Boss! Tacken. Pappa! Pappa! Post! Takk, Klaus. Hæ, Klaus. Ég sakna þín svo, meira en orð geta lýst. Þessir undanförnu 6 mánuðir hafa verið þungir og þreytulegir, fullir af einmanaleika og löngum kvöldum þar sem hugurinn rekur sig alltaf aftur til þín. En Klaus, ég hef heyrt sögur ástandið ykkur megin við vegginn og ég get ekki hægt að hugsa til þín og strákanna og spyrja mig hvort þið séu öruggir, hvort ykkur líði vel, hvort einhver sé að sjá ykkur eins og hér séu mig. En við þurfum ekki að vera í sundur að eilífu. Ég trúi því. Einhver staðar er von. Það er von við vegginn. Strákar, það komið matartími. Hérna strákar, takið sér ykkur á brauðsinu hérna. En hvað með þig, pappa? Ætlar þú ekki að borða neitt? Ég borðaði vinninn á það, engar áhyggjur. Mamma ekki að skila kveðju, hún bíður spennt eftir því að hitta ykkur. Vá, ég vona hún kemur fullt af gjafir. Hér, pappa, taktu mitt. Nei, góður, ég er ekki svang. Kæra Petra, það gleður mig að heyra frá þér og enn betra að heyra að sé í lagi með þig. Strákarnir halda að sé ekkert að og að þú sért að koma heim á hverri stundu. En ég veit ekki hvað ég get haldið þeim lygum lengi áfram. Peningamálin versna með hverjum degi og ég veit ekki hvað lengi ég get haldið áfram að sleppa máltíðum. Guntur heldur sér bara ofan í bókunum sínum og Ralf er duglegur að finna leiðir til að láta tímann líða. En við söknum þín svo, þótt við segjum það ekki upphátt. En það er rétt hjá þér. Elsku Petra, það er von við vegginn. Ég frétti frá Albert í vinnunni daginn að það er villa í vaktaplaninu hjá vörðunum. Á hverju kvöldi er svæði þar sem engin vörður stendur við að vakta vegginn. Ég veit hvað þetta þýðir og þú veist það líka. Æi, Petra, ég elska þig svo. Þinn Klaus. Nei, Jörgen. Það hafa nú verið mörg ár síðan síðast. Blessaður, Klaus. Hvernig er það? Bara eins og flestir býst ég við. En ég var að pæla hvort þú getur komið þessu bréfi vestur yfir vegginn. Þú veist það er búið að loka fyrir alla sendingar til vesturs. Það er í rauninni ekkert sem ég get gert. Heldur að geti tóka inn nokkra strengi svona fyrir gamla vin. Þú ekki segja neina frá þessu. Ekki neina. Ég get lent í miklu vandræðum fyrir þetta. Engar áhyggjur. Ég ger það sem ég get. Ég neina að koma sér. Takk fyrir. Ég kann að meta það. Já, hafðu þetta verkvar. Ólíklega sem manneskju geta svikið í dag. Já, ég hef það í huga. Takk fyrir það. Hvernig kemur mamma heim? Við ætlum að fara til hennar. Það fara? Hvert? Við ætlum að fara vestur. En mér langar ekki að flytja. Flytja?
En allir vinir mínir eru hér. Þú eignast aðra vinir, Ólafur. Strákar, svona förum við að þessu. Við förum í nótt. Við verðum að fara í leyni. Þið verður að halda ykkur nálægt mér allan tíman og bara elta mig. Þið megið bara taka með ykkur einn bakpoka, þannig að þið megið getið bara takið með það helsta sem þið þurfið. Bara einn bakpoka? En bangstarnir mínir mun ekki að passa. Þú verður bara að fórna smá. Halló, ég held ég að við hirti eitthvað. Ég ætla að vera að kíkja á það. Ég segi ykkur að hlaupa. Bara að hlaupa. Gunnsteinn. Ef eitthvað fer úrskeiðis, treysti ég þér, ok? Núna! Það var fleiri á leiðinni, ég stundi halda áfram, ég hugsi um þetta. Við finnum þig.